Komið sæl. Það vonsku veður núna á landinu. Við sjáum að það hér á kortinu sem gildir í hádeginu í dag. Það djúp lægð við landið, skammt vestur af landinu. Að fikra sig inn á Grænlandssundið og óvenju djúp, svona með ástíma, svona í lok maí. Náði líklegast eitthvað í kringum 972 millibör svona þegar hún var dýpst upp á hádegi. Sjáum að mjög þétt á milli þrýstilína, það hvassviðri, suðvestan hvassviðri eða stormur á öllu landinu núna og lægðin hún fer svona til austurs og norðausturs og svona á morgun þá sljákkar á þessu svona smá saman og lagast veðrið svona smá saman hjá okkur og á fimmtudaginn verður samt aðeins strekkingur líklegast vestan, suðvestan strekkingur en lítil úrkoma en síðan næsta lægðin þarna í að gera sig klára og mun koma við sögu á föstudaginn. Á hitasvæðinu sjáum við það kólna hjá okkur, svalt loft yfir landinu, óstöðugt og svona skúrakennd úrkoma. Síðan sjáum við hér það víða hlýtt loft hér suður í hafi sem að svona smá saman kemur til eitthvað svo á fimmtudaginn og svona hlýnar heldur. En á föstudaginn á svo aftur að kólna. Þannig þetta eru svona umhleypingar. Sjáum að það eru gula viðvaranir í gildi á öllu landinu nánast, það nema á Austfjörðum. Það byrja detta út fyrst hér norðvestan til en seinnipartinn það nánast alveg farnar runnar út nema þá kannski á miðhálendinu. Það verður hvasst alveg fram á nótt og eiginlega bara fram á morgundaginn víðast hvar en þetta verður svona í hámarki líklegast í kvöld og það verður komin víða stormur líklega hér norðvestan til landinu með kvöldinu. Það svona hvassast suður af lægðamiðjunni og hún verður skammt hér norður af Hornbjargsvita þetta leyti og það má reikna með þá svona hvassviðri eða stormi víða og þetta verður svona hvað vest hér nyrst á landinu leiðindaveður líklegast á Öxnadalsheiði og jafnvel hríð þar tíma. Ég hef nú ekki vonað því samt að færð spillist mikið, það ekki það mikil úrkoma en svona allavega á fjallvegum þá þetta yfirleitt svona slitið að snjókoma. Og það skulum skoða úrkomusviðið í kvöld að sjáum við svona hvar tölvulíkan að spá úrkomu. Þannig að þetta aðalega vestan til á landinu og kannski eitthvað hérna aðeins á Suðausturlandi, ekki mikið, þurft að kalla hér á Norðausturlandi. Sjáum hér vindasvið líka í kvöld, það bara fjólublár litur sem að þýðir hvassviðri og dökk fjólublái liturinn stormur. Þannig að það svona við sjáum hér að það gæti slegið storm víða hér norðvestan til allavega. En í fyrramáli þá svona aðeins búið að draga úr þessu gular viðvaranir farnar að detta út hér norðvestan til á landinu áfram einhverju skúrir eða él vestan til dregur úr því og getur farið að birta til svo hérna sunnan og vestan til á landinu þegar líður á daginn. Skýjað helst á hér á norður og austurlandi og úrkomu hættan aðalega þar og gæti verið svona í slittu formi. Sjáum að svona frekar svalt, sjáum hér úrkomusvið seinnipartinn og vindasvið líka, svona svolítið skörp skil hér og búið að lægja talsvert norðausturhorninu en strekkingur hins vegar og áfram strekkingur svo á fimmtudaginn aðeins eða við skulum segja kaldi eða strekkingur og stöku skúrir svona inn til landsins allavega en víða svona sést í sólar hlýnara smá saman næsta lag kemur svo föstudaginn með meiri úrkomu og verður svona sæmilega milt sérstaklega fyrir austan eins og við sjáum að gæti alveg sést í sólar á austastalandinu en víða væta þungbúið sunnan og vestan til á landinu og svona suðlæg átt sunnan strekkingur. Þessi lægð hún dýpkar og fer yfir og dregur svo kaldar loft yfir landið á laugardaginn þannig að sérstaklega fyrirpartin verður blautt sérstaklega norðan til á landinu jafnvel slydda en svona þetta næstu dag. Verið sæl.